Þá skulum við fara yfir þetta próf og þá eru allir sem eru hérna inni sem hafa eintaka prófinu, eða ekki? Annars ég með auka eintök. Þetta þessi mynd sem við hefum átt að teikna? Já, það bara þessar 3 línur, L1, L2 og L3 og svo nullið og svo nullunar leiðslan hérna milli jarðtengingar skinnunar sem merkt hérna með jarðtengimerkinu og það mældur straumur með svona straummæli sem útleiðslumælir þá og svo bara rafalinn hérna og síðan álagið hér. Setur þetta inn á netið? Já, þetta ferður í upptökunni, við erum að taka upp núna. Er það ekki? Jú, við erum að taka upp. Ok, þannig að hér talað sem sagt mismunandi rafkerfisskipa, ein útfærslan svokölluð 3-fasa 4-tauga kerfi með jarðtengdri 0-taug. Skipsbólurinn ekki sem leiðari. Teiknaða skýringamynd af umræddu kerfi. Og það þannig að það hérna sér jarðtengiskinna og hún merkt hérna með jarðtengimerkinu og svo bara L1, 2 og 3 allir 3 fasarnir og 0 skinnan sem sagt miðleiðurinn fyrir allt einfasa álag til dæmis eins og 238 peru hérna og síðan allt hitt 3 fasa 400 volta spenna til dæmis og en skipsbólurinn hann bara sýndur hérna svona og hann ekkert í neinu leiðinu sambandi við þetta rafkerfi og þannig á að teikna þetta kerfi upp. Ok, við skulum bara hérna geyma okkur það að teikna þetta upp það ekki, þegar þetta náttúrulega líka í verkefninu raftekningu í Kinabots, það aftast úr reglugerðinni og en ég get hérna sett þetta bara þessa mynd aftur fram þegar við erum búin að fara yfir og haft hann hérna smá stund þannig að við getum klárað þetta fyrst þannig að síðan koma næstu spurningar sko, já þetta bara önnur útfærsla þetta úr reglugerðinni en ég hef teiknað hérna smá viðbót inn í hana bara til að sýna þetta og síðan í B í reglugerð talað leyfilega kerfispennur hvernig kerfispennan skilgreind kerfispennan svo spenna sem mælist á milli póla á jafnströmskerfi, milli plús og mínus og á milli fasa á riðströmskerfi L1 og L2 sem sagt. Þetta skilgreiningin á því. Það spenna milli plús og mínus og spenna milli L1, 2 og 3. Ok. Svo var það C-liður. Mynd 1.1 sýnir útleiðslumælingu á einfasakerfi, útskýru hvernig þetta virkar og það þannig að ef engin útleiðsla fyrir hendi þá jafnsterkt ljós á perunum H1 og H2. Það jafn sterkar, eða jafn stórar náttúrulega sem það eiga að vera. Nú ef L2 eins og sýnt hérna á myndinni með útleiðslu til jarðar þá H1 skært ljós en H2 dauft vegna þess að það verður lægri spenna yfir H2 og fer náttúrulega eftir hve mikil útleiðslan en ef þrýstir rofan S1 eru perurnar orðnar raðtengdar milli L1 og L2 og eiga þá að vera með jafna birtu þannig að maður getur borið saman mismunin á aðstæðanum þegar rofan tengdur ef það hugsanlega útleiðsla og sé þá einhvern mun þegar við rjúfum þá ættu vera jafnast ef það einhver útleiðsla og þá ætti H2 að vera döfuveri ef það útleiðsla hérna í L2 Komum með þetta? Ég aðeins já það var það 2 rafkerfi í vélsal
það var bara C. Og hér spurt teikningu 16.3. Til hvers eru gaumljósin H3 og H4? Þið eru með gaumljósin þarna í prófinu. Og hvað stjórnar þeim? Og H3 er fyrir bakafl og H4 fyrir yfirálag. Í rauninni sem sagt þá skiptir ekki kannski öllum máli að muna þetta þannig, en þið sjáu það ef þetta er úr sko F1 þá er þetta annarkvort bakafl eða yfirálag. Þannig að það skiptir ekki alveg nákvæmlega öllum máli hvort að H3 er bakafl eða yfirálag, skiljiði. En allavega þetta er úr liðavörnum rafalans F1 og þetta er snertur fyrir þessi viðvöruna ljós. Spurning hvort að ég er með kannski teikningu að þessu. En svo er hérna önnur spurning að líta á teikningu 16.3 aftur. Snertur rofans Q1 eru 5 á blaðinu sem vísað er til. Hvert er hlutverk þeirra? Snertur 1-6 eru kraftrósasnertur fyrir 3 fasa og 13 og 14 og 21 og 22 eru hjálparsnertur sem að sýna stöðu rofans, rafala rofans Q1, hvort hann er inni, það er eða úti, og það lýsir bara sitt hvort ljósi fyrir sitt hvort stöðuna. Ok. Sjáum hérna að hér eru þessar snertur hérna 13 og 14. Já, þetta er fyrir Q2. Já, ég getur að fara á Q1. Hann er einhvers staðar hérna. Hérna er þetta, hérna er Q1. Og að prófi rafala rofi Q1 hérna. Hann er með snertu hjálparsnertu 13 og 14 sem sýnir að, og H1 sýnir þá að rafala rofin er inni, annars vegar. Og þetta 21 og 22 snertan og H2 sýnir þá að rafala rofi Q1 er úti. Þá er ljós hérna þegar hann er úti. Þetta hérna á spurningunni hérna sjáðu, það var spurt hérna, sjá teikningu snertur rofans. Fyrirgefiði, ég er með þetta í upptökunni en það kemur ekki fram á. Hérna kemur þetta fram. Og þið eru með þetta í sem sagt. Ekki sama teikningu eða prófunu? Jú, er það ekki? Ekki Q1 hérna? Já, já. Og svo voru þetta hérna. En býtum við í þessi, samt að spá í hvað þú sér það sko þess H3? Nei, við sjáum það ekki, þannig að þetta er bara ekki annar stað, ekki nema ef við hefði munað eftir því úr verkefninu sko hvort þetta var bakafl eða yfirálag. Sjáum það ekki hérna? Ekki á þessari mynd beinlínis, nei. En þetta er bara úr hérna rafala vörninni F1, varnarbúnaður hérna F1, og þá er þetta bara, og sá varnarbúnaður gefur til kynna og slær út sem sagt ef að verður yfirálag eða bakafl. Þannig að þá er nóg að segja það að þessi snertur eru fyrir það. Ok, þá skulum við halda áfram með þetta og nú er allt komið hérna ófrósið. Kassi F1 á myndinni er næstu varnarbúnaður, hann er til að verja rafalan gegn yfirstraumi. Hvaða straumgildi er líklegt að komi inn á tengipunkta 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og sem sagt sjá hvað þetta kemur hérna inn á. Þetta er sjáu þið 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Þetta eru eftirvöfin hérna á hverju er þetta? Hvað heitir þetta aftur? Hérna frá á hérna strengjunum hérna frá rafalan. Hvað heitir þessi búnaður aftur? Þetta eru nákvæmlega straumspennar og eftirvafið sem sagt er að gefa okkur straum
í hlutfalli við það ströym sem fer í forvæðinu, það stendur á straumspennum hvernig hlutfallið er, en það hámarksstraumurinn hérna sem er á ferðinni í eftirvæðinu eru 5 ampere. Þannig að við sjáum þá hérna að ef að eftirvæðið er með 300 skátir 5 ampere straumspenna, að þá er það 0 til 5 ampere sem að náttúrulega er háð álaginu, hversu mikill straumur er að fara þarna. En 5 ampere eru yfirleitt svona, eða mjög algeng hámark á þessum straumspennum, en þó er til aðra stærðir. Og svo í D-lið, þá erum við að fara í mynd 16.6, til hvers er búnaður sem tengist safnteinunum í gegnum F5 og F5 hérna 16.6, já, hérna er þetta. Hérna er F5, þetta eru bræður hérna og þetta hérna er samförsunarbúnaðurinn, þetta er samförsunarljósin, tvöfaldur svennumælir, tvöfaldur tíðnumælir og samförsunarsjáin. Það er þessi búnaður sem á samförsunartöflunni sem að hérna tengist inn á gegnum bræðuvörin hérna F5. Ok. Og síðan að E-liður, sjá sömu mynd, til hvers eru íhlutirnir sem merktur Q31 og Q3 og þá sjáum við þetta hérna að Q31, hann er að víxla fösum hérna fyrir landtenginguna og Q3 er aflrofi fyrir landtengingu. Ok. Q31 fasavíxlari fyrir landtengingu og Q3 aflrofi fyrir landtengingu. Og þá eru þessar spurningar úr vélasalnum búnar í þessu prófi. Síðan er beðið með hérna að taka fram Kína. Já. Þá skulum við skoða teikningarnar úr Kínabotnum. Og það er sagt á blaði 7, það er þarna sérmerkt með 17 í hring handskrifað á blaðið. Það er fyrra blaðið þarna úr Kínabotnum. Þar er táknið fyrir undirspennusspólu. Ef hún missir spennuna, þá leysir hún rafalarofan Q1 út. Og við höfum að teikna tengimynd sem sýnir undirspennusspólu og rofana sem að tengja hana við 24 spennugjafan. Og við höfum að merkja rofan á myndinni sem sagt, en þetta er rofaðin sem að tengja eru þessir hérna 21-22 í Sigurróa C52 og snerta 11-14 í C53 og snerta 7-8 í yfirásvörninni er 4. Svo skoða þetta á tengimyndinni og það er hérna og við sjáum þetta hérna sko. Og það er, sjáum við hérna, við fáum hérna frá 24 spennugjafanum hérna strauminn í gegnum 7-8 og hér stendur fyrir neðan overcurrent relay, já, short and overcurrent relay yfirálsvörninni. Ok, það er 7-8 og síðan úr Sigurróa C53, það er 11 og 14. Og svo er það 21 og 22 úr C52 og síðan fer þetta hérna inn á undirspennusspóluna og í núlið. Og þetta hérna er bara mekanísk tenging, þetta á að vera bara punktalína hérna inn á rafalarofan Q1. Hérna er undirspennusspólan og hérna tengist semst A2 á henni við 0 volta spennuna en svo fer þetta gegnum þessa tvær snertur hérna
normali klóstsnertu 22, C52, C53, 11 og 14 og 7 og 8. Og hérna er hægt að risa þetta svona upp. Sem sagt, þetta er yfirráðasvörn og skamleysvörn hérna, RMC 122D, 7 og 8 og C53, 11 og 14 og 22, þetta er úr landtengingunni og hérna C53, hvað er það ekki? Já, það er góð spurning. Já, það stendur á tengunni. Er þetta raunverulega rofi C53 og C52? Segurófir, já. Segurófir? Já. Þetta eru snertur úr spólum. Það var að skrifa það líka? Já, það er ekkert, sko, það er skemmtilegra að taka það fram af því að það er nert. Já. Rættið. Hitt hefði sloppið, sko. Já. Ok. Þá skulum við skoða hérna næsta lið hérna, B. Þetta er sama. Tilkvæmst kassin RMC 122D í reit B. Þetta er náttúrulega skamhlaups- og yfirráðasvörnin. Við vorum eiginlega búin að skoða það. Og það er þessi hérna kassi hér, af því að hér stendur undir overcurrent eða short and overcurrent relay og þá er þetta sem sagt, þetta er RMC 122D hérna og þá er þetta yfirráðs- og skamselsvörn. Það er komið fram hérna og sama, hvers konar íhlutur er Q011 í reit 2C og til hvers er hann? Og hérna erum við með það, þetta er svona, þetta er Q01.1, þetta er svona eins og sjálfvar eða mótorsjálfrofi eða eitthvað slíkt með yfirráðsvörn og skamleysvörn og þetta gefur 10 ampera, þetta er 10 ampera öryggi eða sjálfvar, gefur ströym inn á sjáið alla þá þætti sem að þurfa að fá spennu. Það gefur stýrispennu inn á alla varnarbúnað og samkennslubúnað og slíkt. Þannig Þú meina stýribúnaði? Já, þetta er fyrir stýribúnaðinn. Þetta er sem sagt sjálfvar eða mótorsjálfvar með yfirráðsvörn og skamleysvörn. Það gefur okkur spennu inn á einingar sem eru varnarbúnaður, mælibúnaður og samfessunarbúnaður fyrir rafalana. Og já, kannski aðeins að stækka þetta fyrir okkur lítið. Við erum alveg að vera búin við þessu. Það er bara gengið þokkalega. Það er að glitta í endinn. Legur aðeins að skrifa þetta niður. Það er D-liður á blaði 9. Það er landtenging fyrir miðri myndinni, rofin Q3 er landtengingrofin og hvernig er komið upp fyrir að hægt sé að tengja landið inn á safntennina ef að annarkvort Q1 eða Q2 eru tengdir. Þess að rafalarofin Q1 eða fyrir rafala 1 eða fyrir rafala 2 Q2 eru inni sem sagt. Og eins og skoða þetta, það er þá hérna áfram við. Jú, það er þessi mynd hérna og þá sjáum við hérna að hérna eru þessar snertur. Hér er landtengingarofin Q3, hérna er undirspennusbólan og hérna sjáum við sem sagt tengingun á þessu og þá sjáum við hérna að snertur úr C34 og C44 raðtengjast inn á undirspennusbóluna Q3. Þannig að ef Q1 eða Q2 eru inni, þá er C34 eða C44 inni.
sér, það er Q3 444, nei CSI, Já. þessi 444 Já. eru aðendir. Já, þetta hérna ennblad tengist rafalarófun. Þannig að þessir eru inni ef að Q1 er inni og þessi hérna er inni ef að Q2 er inni. Þess að hann hérna rýfur hérna ef að Q2 er inni. Þannig að það kemur í veg fyrir það að landtengingarófin Q3 komist inn ef að þeir eru virkir, þessi hérna rófar, ef að snerturnar hérna rjúfa, eru rofnar, þá kemst ekki landtengingarófin inn. Ekki fyrr en að búið að slá út bæði Q1 og Q2. Þá tengja þessar snertur hérna úr C34 og C44 og þá er hægt að þá er komið spenna á undirspennum spóluna hérna á Q3 fyrir landtenginguna og þá er þetta að setja hann inn. Þannig er þetta. Ok, þannig að hérna var síðasta svarið og þið eru væntanlega konið með það að snerturnar eru úr hjálparliðunum í rauninni C34 og C44 og það tengist beint því ef að Q1 er inni þá er væntanlega C34 inni og rýfur snertuna þannig að Q3 kemst ekki inn til dæmis. Ok, þá erum við búin að fara yfir þetta próf og já þá eru þessar snertur hérna Sýnir það eitthvað að teikningunni hérna þessi að fórstæði? Ráðtöðunni skúinu? Já, það verður maður að skoða annar staðar hvar þetta kemur fram. Þetta var nú líklega farið í sjá C40, þetta er annars staðar, ég man eftir þessum snertum. Já, þetta er í stýrirásunum þarna. Þetta er fyrir hina, þetta er fyrir hérna. Það er blæðið heimtekningi sem hinn með fyrir Q1. Það kemur Q1 fram það. Já, þetta er annars staðar. Það sé þetta eru einhvern veginn svona rófa sem að eru inni þegar að ráfalarnir eru inni, svo sjá. Það skiptir ekki máli sko. Hérna er þeir. Hérna eru snerturnar. Nei, hérna eru segurrófarnir. Já, snerturnar úr Q1 hérna kemur hérna inn á C34. Hérna C34A var það ekki eða B, skiptir ekki máli, já, C34B og það er akkurat úr þessu hérna segurrófa og hérna eru snerturnar, normal close snerta á blaðsíðu 9 í Straumsvík 4. Það er akkurat þessi snerta hér. Já. Og síðan var það úr C44 frá Q2. Þar eru við með líka á blaði 9. Það er normal close snerta. Þarna er hún. Þannig að þar er alveg samvísa í þessa snertu. Já. Þá segjum við þessu lokið.